Ný íslensk kvikmynd var frumsýnd á dögunum, Lof mér að falla, og leikstjóri og höfundur myndarinnar Baldvin Zeta er komin í sófann. Velkomin. Takk kærlega fyrir. Þið voru 2 höfundar, ekki satt? Jú, 2. Ég og Birgir Örn Steinarsson. Já. Til hamingju með þessa mynd. Hún snertir virðist vera bara alla þjóðina. Já, það bara lítur út fyrir það, sem náttúrulega bara frábært. Og ekki aðsókn góð ennþá? Jú, þetta bara, að mér skilst, bara svona hálfsögulegt eitthvað. Já, bara svona hefur ekki sést bara Erum við að tala Íslandsmet í einhverju? Ég hef ekki hugmyndu það, nei, það kemur í ljós seinna. Þetta er ákaflega dökk og erfið saga. Já. Og svo hugsa maður Vonarstræti, það er líka svolítið dökk og kannski og erfið saga. Já. Hvaðan kemur allir þessi skuggi? Já, ég hef átt mjög erfitt með að svara þessari spurningu. Ég hef oft verið spurður. Já. Og þegar ég var sko á Toronto Filmfestival árið 2014 með Vonarstræti og ég var spurður hvað verður næsta mynd sem þú gerir. Já. Og þá sagði ég, já, næsta mynd, hún er svolítið dökk. Og þá sprakk allur salurinn úr hlátri og bara, já, þið veist þessi mynd ekki dökk. En þá sagði ég, nei, þessi verður dekkri, sko. Já. En hérna, ég held bara í grunninn, þá fá ég bara einhverja útrás fyrir einhverju með því að vera þarna og því að sjálfur er ég ekkert svona dimmur og dökkur, sko, í eðli mínu. Nei. En hérna, ég er rosalega hrifinn af bara breiskleika mannsins. Já. Mér finnst hann áhugaverður og velti því mikið fyrir mér. Og þetta er alveg frábær frammistaða leikarana. Ég sá þessa mynd og ég var svo glöð að sjá að sko salurinn var fullur af ungu fólki. Já. Ég hef nefnilega farið hérna í bíó á Akureyri og verið ein á íslensku myndum. Já. En þarna var bara þéttsetinn bekkurinn. Já. Og þetta var svo gleðilegt. Óttastu einhvern tímann að þessi mynd geti haft öfug áhrif að fólk leiðist út í þetta? Af því það tengir hreinlega ekki sko líf ungu stúlknanna við eldri leikmennina. Sko ég hugsaði alveg það þegar við vorum að gera myndina. Þú veist að þetta mætti, sko ég man þegar ég sá Trainspotting, 20, eða 18 eða 19 ára. Og það, fyrir mér var það bara, wow, hvað þetta er spennandi heimur. Akkúrat. Og mér langaði alls ekki að myndin okkar myndi fara þangað. Nei. En svo getum við kannski skoða myndin svo Kristínu F. eða Dýragarðsbörnin. Hún hafði ekkert sérstaklega mikið þau áhrif að fólk langaði að fara þangað. Þannig að í raun og veru krosslaði maður bara fingur að þetta myndi bara virka á réttan hátt. Það hefði verið glatað ef það hefði komið bara bylgja af fíklum eftir þetta. Sko. Það falla ekki á hinn veginn, sérstaklega fólk nær að tengja ungu stúlkurnar við hvernig svo fer fyrir þeim. Algjörlega og partur af því að segja söguna svona, að fara hana fram og tilbaka og segja sögu að stelpu sem kemur bara frá venjulegu heimili, þessi venjulega stelpa. Er til þess náttúrulega gert að þú tengir að þetta er bara alls staðar, þetta er bara í næsta húsi. Þannig að kemur svo nálægt okkur allt í einu. Já, akkurat. Nú hef ég bara leikið mjög lítil hlutverk í sjónvarp og bíó og ekkert kannski kynnst í þá nákvæmlega hvernig leikstjóri vinnur með leikurum svona sem er í stærri rullum. En ég tek eftir því þegar maður kemur svo á settið, maður er kannski búinn að æfa aðeins, svo kemur maður á settið og þá einhvern veginn, þá breytist allt svo mikið. Þá ertu komin með kamerurnar og ljósinn og skriftuna og bara nefndu það. Hvernig undirbýrð þú þína leikara í svona viðkvæmum senum fyrir þetta? Já, þetta er góð spurning. Ég eyði sko löngum tíma með leikurum áður en við byrjum í tökum. Og þegar þú ert að taka sénsa eins og í þessari mynd að vera með algjörlega óreynda leikara, að þá reyni ég líka að undirbúa það fyrir það að gera þetta hérna inn í þessu herbergi er ekkert mál og því að svo er komið eitthvað annað andrúmsloft þegar við erum komin á settið. Og maður er alltaf í svona smá kvíða fyrir fyrsta daginn, sko. Munu þau fipast af því að það er myndavél framan í þér og það er mikrofón framan í þér og allt þetta. En fyrst og fremst í undirbúningnum þá reyni ég að fá sameiginlegan skilning á því sem við erum að gera með leikurunum. Ég tala rosalega mikið senur, við förum í gegnum þær aftur og aftur og aftur og reynum að kryfja hvað erum við að fjalla og hvað viljum við með þessari mynd. Og svo er það stíll og andrúmsloft og allt það, svo að við séum bara einhvern veginn að sigla öll í sömu átt með myndina. Það getur ekki einn leikari verið að leika í svona bíómynd og annar í svona bíómynd og ég nota tónlist mjög mikið. Ég bý til playlista fyrir leikarana mína, biður að hlusta á tónlistina, stundum nota ég tónlist, ég gerði hann reynda lítið í þessari mynd, þá nota ég tónlist í æfingum fyrir tökur. Til að skapa bara andrúmsloft. Til að skapa rétt andrúmsloftið.
Óli Arnalds sem vinnur með tónlistina, hann hefur stundum sendt mér skor fyrirfram, þá erum við búin að fara í gegnum senurnar og við erum búin að svona ákveða svolítið mútið og þá get ég verið að æfa með því. Ég gerði þetta slatta í Vonarstræti á sínum tíma, sko. Og það er bara, andrúmsloftið skiptir öllu málu, en svo þegar settið komið, þá verður maður líka bara að passa sig að vera ekki fastur í einhverju hugsun sem þú ert búin að ákveða mörgum mánuðum áður. Þetta er orkan á þessum stað í myndinni, en svo bara býður ekki andrúmsloftið upp á það, þessu orku. Og þá verður maður að passa sig að þröngvað ekki í einhverja orku sem bara enginn ræður við. Þannig að maður þarf alltaf einhvern veginn að taka inn það sem er að gerast í kringum hann. Þú veist, ef það er gæi að vinna loftpressu fyrir utan og þetta er truflandi, þá verður það bara að vera truflandi fyrir karakterinn líka. Þú veist, bara, ég nefni bara eitthvað sem dæmi. Þannig að maður vill alltaf halda í bara realisma. Það er það sem ég sækist eftir. Og móti er maður að nota síðan formatið, kvikmyndaformatið til að segja söguna og hérna, við erum að gera alls konar hluti með myndavél og lýsingu til að skerpa á því sem við erum að reyna að fjalla um. Og það er allt líka búið að æfa, ekki satt? Jú. Þú ert búin að æfa sjónarhorn kamerunnar kannski áður en þú tekur, eða þið gerir þetta kannski bara það ofta? Nei. Þau veist, sko mest óspennandi skjal sem til er undirbúningsskjalið mitt fyrir tökur á öllu sem ég geri. Þetta er risastórt Excel-skjal, þetta er svo ólistrænt að það hálfa væri nóg og hérna, það er reyndar, ég sagði til dæmis einu leikara mínu sem hefur leikið mikið með mér, ég sagði hann frá þessu skjali daginn og hann bara, ertu með skjal? Ég hélt þú væri alltaf ákveð á staðnum, en það tók mér sko 6 mánuði að gera þetta skjal fyrir Lof mér að falla. Bara vinklar kamerur, andrúmsloft, lýsing og þetta bara alla pælingar. En svo þegar maður er búið með þetta skjal, þá fer maður í alla deildina sem vinna með mér og ég, þú veist, herru, þetta er mín til að geta komið eitthvað á móti og kamerumaðurinn minn kemur alltaf með, þú veist, herru, þetta er frábært, en ef við gerum svona þá er þetta ennþá betra bara, já, geðveikt. Og því að þau eru öll svo flink og góð. Nú hefur þú unnið alveg með, er það ekki fullt af öðrum kvikmyndagerðarmönnum í gegnum tíðina og hérna, myndirðu segja að þú gerðir eitthvað öðruvísi? Ertu búin að vera að læra af, þróa þinn stíl, eða gera allir voða svipa? Hvað myndir þú segja? Ég held að maður sé búin að pikka alls konar hluti frá alls konar fólki til þess að búa til minn eigin stíl. Grunnhópurinn sem vann að þessari mynd er búin að vinna saman í nærri 10 ár. Og ég vel alltaf sama fólkið. Samstarfið slípast og... Samstarfið slípast, boðleiðina styttast, hugsunin styttist, þú veist, við erum fljótari að fatta hvort annað. Þú veist, það er alltaf eitthvað svona, nei, jú, eitthvað þannig, en þetta er orðið svo fallegt samstarf og eðlilegt. Og hérna, og ég mun aldrei, þú veist, ég vil ekkert skipta um fólk út, því að ég vil þróa hópinn saman. En svo fara nýja leikara og þeim tekst einhvern veginn að leika hjá þér bara áreynslulaust, það er aldrei ofleikið eða vanleikið. Hvernig fer það þessu? Þetta hlýtur að vera aðal kúnst leikstjórans. Já. Ímynda ég mér, af því að ég er svo sjálfhverf því ég leik hana. Já, ég veit það ekki. Þú veist, ég veit það ekki. Ekkert sem þú getur fest fingur á? Nei. Bara æfa nógu vel og vera í samtali? Eða? Já, ég held að sé bara samtali, traustið og andrúmsloftið einhvern veginn og hérna, ég er með svona einhvern sársaukaþröskuld, sko, þegar ég sitt á mónitor og horfa og ég er alveg með fína tilfinningu fyrir því ef mér finnst eitthvað að vera orðið svona bjagað í leik. Já, það er svona bjánarhóllsradar. Akkurat. Ég kalla þetta með þess að þar og hérna Steinunn Ólína, þegar við vorum að gera rétt, þá sagði ég henni þetta í byrjun. Ég sagði, ég er með svona bjánarhóllsradar, þannig að ef ég vil taka aftur, þá var þetta bjánarlegt hjá þér. Og hún var alltaf í hvert einasta skipti sem þau bara, nei, gerum þetta aftur, bara já, fékkstu kjánarhólluna. Smá, eitthvað. En hérna, já, það er eitthvað þannig. Já, það er dýrmætur radar að hafa. Fyrir kvikmyndagerðarmann sennilega. Já, en svo er þetta stundum svo ótrúlegt að eitthvað sem virkaði svo geggjað í tökunum, svo þegar maður komin í klippiherbergið, þá bara... Þá kemur kjánarhóllin, eða hvað? Já, eða það er einhver allt önnur taka sem bara virkar miklu betur inn í klippið. Þannig að þetta er... Þetta er ekki óbreiðult. Nei, þetta er ógeðslega skrítið ferli, sko. Og það kannski bara treystaði einhvern veginn. Já, þetta er svolítið hérna gött feelingi, sko. Bara eitthvað svona innsæi. Já, algjörlega, maður verður bara að treysta því. Heyrðu, nú er tíminn því miður hlaupinn frá okkur, ég hef getað að tala við miklu lengur og næsta verkefni sem er mjög forvitnilegt, eru undirbúningur á fullu fyrir það? Já, við erum byrjuð á fullu.
og það bara mjög spennandi. Sjónvarpssería sem við erum að fara í tökur á næsta ári heitir The Trip. The Trip. Og þar kemur Porto Rico við sögu. Já, Ísland, Porto Rico, Bandaríkin. Og svolítið dökk? Eða? Já, þetta er ekki sönga og dansgleði, nei. Takk kærlega fyrir komuna í föstudagsþáttinn og gangið þér svakalega vel. Takk fyrir. Byrjum að því að gera smá frostlaufu, gera þetta alveg frekar fast. Þá sjáum við æðina betur, léttar að sprauta. Og svo þarfst að kippa svona af, ferð á kikkinu þar í. Býtu, þú að sprauta þér svona fallega stelpa? Bara með þetta heima! Það er svo fucking gæðvig. Ætli þetta sé þetta æðruleysi sem þú ætlar að tala um? Mér er skýt svona, sko.